gerist áskrifendur á samstöðunni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Og það hefur ekki farið fram hjá ykkur að í dag hafa verið skrifaðar ansi harðar fréttir framgöngu ritstjóra samstöðurinnar. Hann heitir Gunnar Smári Egilsson og hefur verið hér með drjúgan hluta af prógraminu í dag eins og alla aðra daga. Hann er náttúrulega arkitektinn að samstöðunni og mörgum fleiri fjölmiðlum. Og það eru ansi margir sem vita ekkert hverju þeir eiga að trúa þegar tvær fylkingar virðast deila. Annars vegar sá hópur sem hafði svona mest ítök á meðal sósíalista, inn í sósíalistaflokknum og hins vegar þessi nýja stjórn, stundum kallaður yfirtökuhópur sem hefur verið með mjög harðar ásakanir, ekki síst bara í dag, að það hefur verið vitnað, það hefur verið skrifað fréttir til tölvupóst, mjög harðorðan sem sendur var í gær. Fyrrverandi framkvæmdastjórn sósíalista öll borin mjög þungum sökum. Og það verið að gefa í skyn að peningum hafi verið stólið, félög séu stofnuð sem einhvers konar skúffuskjól eða til málamynda. Og þetta náttúrulega ekkert frábært fyrir trúverðuleika samstöðarinnar að þessi umræða sé í gangi. Þannig að mér finnst rétt að ræða þetta mál. Einn örfárra Íslendinga sem ég treysti bara til þess að koma hér í viðtal og segja okkur hvað snýr upp og niður sá borgarfulltrúi sem hefur notið mest trausts hjá Reykvíkingum árabil og hún hingað komin til þess að rabba við mig svona fréttir líðandi stundar þessi mál. Vertu velkomin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Takk fyrir og til hamingju með þennan þátt hér, þennan langa þátt. Já, vel gert. Takk fyrir. Það getur nú verið að fókusinn í spurningunum sé svona aðeins að maður finnur að augnlokin eru aðeins að þyngjast. Ég búin að vera hérna síðan klokkan 6 í morgun. Einmitt. En kannski ertu svolítið óheppin að koma svona seint inn í dagskrána okkar því að ég get engu lofað það hver markvisst ég mun spyrja þig. En ég ætla að taka boltann þar sem ég kynnti hann í inngangnum og ég ætla bara byrja á að spyrja þig hreint út af því ég veit að þú hefur mjög mikla sögu. Saga þín í rauninni hún ekki bara jafn löng og saga sósíalistaflokksins? Saga þinnar virku þáttöku, hún ekki órofa tengd all sögu sósíalistaflokksins? Jú, svona mín stjórnmála þáttaka. Ég byrja í rauninni fyrst í stjórnmálum með sósíalistaflokknum og hafði í rauninni ekkert mikið verið svona. Jú, auðvitað var ég að hugsa hvað í rauninni stjórnmálamenn væri að gera af því að mér fannst að væri skortur á því að það væri stjórnmálafólk sem væri að vinna út frá hagsmunum heildarinnar og væri að tala gegn fátækt og auðvitað minn bakgrunnur sá að hafa upplifað fátækt sem barn, alin upp af einstæðri móður. Og hafði, ég kaus í kosningum en var ekkert eitthvað svona að taka þátt. Var í Háskóla Íslands en var í rauninni ekkert virk í stúdentapólitík, ekkert svoleiðis. Lærði mannfræði, er það ekki rétt? Jú, ég er mannfræðingur og var að skoða kynþáttahyggju, með B og mastersgráði í mannfræði og var alltaf svona kannski svona baka til, fannst gaman að vera grúska og pæla og slíkt og svona í rauninni bara get ég sagt kannski að gerist alveg óvart að ég kynnist fólki sem að fara að stofna Sósíalistaflokk Íslands og ég er bara mjög ánægð að hafa kynnst þeim og að Sósíalistaflokkurinn hafi verið stofnaður með þessu skýru markmið. Já. Þú hefur væntanlega fylgst með þessari heiftúðlegu umræðu síðustu daga. Geturðu hjálpað okkur að skilja hvað að gerast á bak við tjöldin og hjálpað okkur að reyna átt okkur á hvað satt og hvað logið? Til dæmis eitthvað hæft í því að hér séu fjárreiður, opinberi peningar, teknir og það sé verið að misfara með þá eða það sé verið að skjóta þeim inn í einhverjum enga tilgangi tiltengis fólks? Nei. Ég held að það sé mikilvægt að byrja á byrjunni og eins og við höfum komið inn á áður og þá Sósíalistaflokkur Íslands náttúrulega stofnaður í ákveðnu svona umhverfi þar sem að við áttum okkur á því að þeir flokkar sem sögðust vera til vinstri, þeir flokkar sem sögðust vera að vinna fyrir verkafólk voru ekki að því, voru búin að missa tengslin við fólkið í landinu.
Sósíalistaflokkur Íslands er stofnaður 1. maí 2017 og við svona vissum strax að við vildum ekki vera eins og aðrir flokkar. Við viljum ekki einhvern veginn ganga inn í eitthvað kerfi og svona, við erum mjög meðvituð að það þarf að passa sig bara á ýmsu, læra af reynslunni. Svo það sem sagt þannig að þegar ég byrja í borgarstjórn, kemst inn í borgarstjórn, það var kosið 27. maí 2018 og ég byrja að starfa þar skömmu síðar og þá svona fer maður í rauninni strax að taka eftir hversu há launin eru. Já. Bara mjög há upphæð, eitthvað sem ég hefði ekki séð áður á minni ævi, starfandi í svona þjónustustörfum og slíkt og mér fannst þetta í rauninni bara eitt af þessum vandamálum að við erum með stjórnmálafólk sem er há laun og það kannski gegnum tíðina svona aftengir dálítið stjórnmálamenn við í rauninni bara stöðu fólks í samfélaginu og stöðu þeirra sem þurfa mest á því að halda stjórnmálamenn svona sé í tengslum með veruleikann eins og hann er. Já. Þannig ég tek þá ákvörðun frekar snemma þegar ég er borgarfulltrúi að mér finnst eðlilegt að gefa hluta af launum mínum. Ég hefði þess að tala við skrifstofu borgarstjórnar og spurt í rauninni bara get ég hafnað álagsgreiðslum, aukagreiðslum. Því borgarfulltrúar fá grunnlaun og fá síðan ofan á það þegar þeir sitja í ákveðið mörgum nefndum og fá svona álagsgreiðslur fyrir ýmislegt og ég er rauninni velti fyrir mig bara, mér finnst ekki þurfa á þessu öllu að halda, get ég hafnað að taka á móti þessu öllu og svarið var nei. Og þannig að ég svona vissi alltaf að mér finnst eðlilegt að lækka launin með einhverjum hætti og ákveð sem sagt að gefa 100.000 mánaðarlega af mínum launum. Það var stofnaður styrktarsjóður sem á sínum tíma hét Maístjarnan og þetta er styrktarsjóður sem að styrkir hagsmunabaráttu hinna verðsettu. Af því við vitum að það er mjög mikilvægt einmitt fyrir sósíalista að hafa sterk baráttu samtök í samfélaginu sem eru að berjast fyrir því að raddir þeirra heyrist. Þú veist, við þurfum að heyra hvað leigjendum finnst, við þurfum að heyra hvað fátækufólki finnst, við þurfum að heyra hverja kröfur innflytjenda eru, við þurfum að vera með öll þessi öflugu baráttusamtök og við vitum að getur verið mjög erfitt fyrir þau að fá í rauninni bara fjármagn til að ná að starfa, fá aðstöðu til að ná að funda, þetta getur verið snúið. Maístjarnan er sem sagt stofnuð sem að í dag heitir Vorstjarnan og er þessi styrktarsjóður til að efla baráttu þeirra hópa sem að eru í einhverju skipulegri baráttu. Já. Og Vorstjarnan, mér finnst það skemmtilegt, fólk hefur talað við mig síðustu dag og talað vonarstjörnuna og mér finnst það líka dálítið fallegt. Eru einhverja vonarstjörnur í hinni fylkingunni sem er notað að rugla saman með Vorstjarnan? Ég veit ekki alveg hvaðan það kemur, en allan að Vorstjarnan er þessi styrktarsjóður og er líka félagsrými. Sem sagt Vorstjarnan alþýðuhús. Það er húsnæði í Bólholti 6 þar sem að ólíkir baráttuhópar hafa komið saman og verið þar með aðstöðu, geta fengið aðstöðu til að skipuleggja sig, til að funda, til að hittast og þar hefur Sósíalistaflokkur Íslands verið, þar hefur Samstöðin verið og svo veit ég til þess á einhverju tímabili að þá voru leigjendasamtökin eitthvað að nýta rýmið á einhverjum tímapunkti. Þannig þetta er svona hugsað sem félagsrými, alþýðuhús og líka sem styrktarsjóður. Mótmælendur hafa kannski tekið víða eftir svona hvítu tjaldi á mótmælum, Palestínu samstöðutjaldið, Vorstjarnan sem sagt keypti þetta tjald þannig að alls konar hópar hafa getað notað þetta í mótmælum þegar þörf er á því. Og mér þykir mjög vænt þetta félag og mér finnst mikilvægt að standa vörð Vorstjörnuna, eflana og bara mjög mikilvægt að hafa svona félag í okkar samfélagi, okkar einstaklingsmiðuðu samfélagi. Og það var sem sagt þannig að í aðdraganda alþingiskosninga 2021 og þá setti flokkurinn fram alls konar svona tilboð, í rauninni tilboð hvernig við sjáum fyrir okkur að leysa þau mál í samfélaginu sem þarf að leysa og svo í rauninni hvernig við sæjum fyrir okkur að taka á ýmsum málum og þannig að við vorum með í rauninni, þetta voru svona eins og áætlanir, plan, vorum með tilboð í húsnæðismálum, fjölbreytt tilboð og eitt tilboð sem við settum fram hét burt með elitistjórnmálin
og þar vorum við aldrei að rekja sögu þess að þegar flokkar fá fjármagn að þá svona höfum við séð neikvæða anga þess þegar að mikið fjármagn fer inn í flokkstarf að þá erum við að sjá kannski svona þróun bara til dæmis kannski fólk sem eru kjörnir fulltrúar eða býður sig fram kannski komið með aðstoðamannesku sem kannski svona dálítið að peppa þau áfram og jú, getur alveg verið þörf á einhverju aðstoðstundum en okkur fannst mikilvægt að peningurinn færi í víðari hagsmunabaráttu því þessi baráttu sem við erum í það þarf að tryggja að baráttuhópar hafi rödd í samfélaginu ef við erum að byggja eitthvað upp og þannig að þetta var í ágúst 2021 og þá sem þetta á sameiginlegum fundi stjórna þá þetta tilboð, samþykkt, þessi áætlun að ef við fáum ríkisstyrk sem að maður færi ef stjórnmálaflokkur fer í framboð nær ákveði mörgum atkvæðum að þá þessi ríkisstyrkur sem fylgir í kjölfarið og þannig að það var ákveðið í þessu tilboði að helmingur ríkisstyrksins færi þá til vorstjórnunar og helmingur til Alþýðufélags samstöðurinnar í að byggja upp róttækan fjölmiðil sem við sjáum hér í dag og margt fólk sem er ánægt með það og hægt að byggja það upp, það hafa verið fjölbreyttir þættir og í rauninni mjög svona opið og aðgengilegt fyrir ólíka hópa sem að vilja byrja með dagskrárgerð sem ég hef alltaf kunnað mjög vel við og þannig að þetta sem sagt samþykkt á sameiginlegum fundi hægt að finna inn á heimasíðu Sósíalistaflokksins spurt með elitustjórnmálin þar sem við farið alltaf sögulega í þessa svona ákvörðun og hvernig við sjáum fyrir okkur þessa ráðstöfun bara ef að Sósíalistaflokkurinn þá nær inn á þing eða fær fjármagn að þá munum við ráðstafunum svona ekki inn á við í flokkin ekki eitthvað svona kannski greiða fólki fyrir að vera aðstoða kjörnafulltrúa eða eitthvað slíkt heldur svona út af við í þessu svo í sletti outreachi eða þú veist það hjálpar auðvitað að hafa öfluga hópa og það hjálpar okkur líka bara í okkar störfum en já, það kannski smá útúr. Svo sem sagt aðalfundur fyrir alþingiskosningar þar sem að þetta samþykkt og síðan þetta í rauninni alltaf þetta samþykkt flokksins og svo þetta í rauninni kemur þetta mjög skýrt fram í reikningum sem lagðir fram að þetta sé ráðstöfunin. Þetta kerfi alltaf upp á borðinu og þeir sem að gagnrýna málin harðast núna, þeir eru meðvitaður þessi kerfi á þeim tíma, aftur í tíma. Okay. Þetta er samþykkt aðalfundar sem samþykkir að ráðstafa fjármunum flokksins með eftirfarandi hætti. Að ef við fáum ríkisstyrk að þá fari helmingur til vorstjórnu og helmingur til samstöðurinnar Alþýðufélagsins. Þannig ég hefði talið bara eðlilegt ef að fólk eitthvað ósamala þessu að það bara mjög eðlilegt að leggja þá fram aðra tillögu aðalfundi sem að gera ráð fyrir því að ráðstafa fjármunum með öðrum hætti og þá bara fer það þennan eðlilega farveg en slíkt hefur ekki verið gert og þannig að já, og nú erum við komin á einhvern mjög sérkennilegan stað. Hvernig skýrir þessa heift? Já, það bara erfitt að átta sig á því hvað stendur, hvað þarna bakvið en sko eins og hefur komið fram í fjölmiðlum í dag að þá svona verið að leitast við að draga upp mynd af því að eitthvað óeðlilegt hafi átt sér stað varðandi fjármálagjörninga og þannig að maður spyr sig þetta bara fjármagn snýst peninga, snýst í rauninni ef einhver ósáttur við ráðstöfun fjármagnsins að þá einhvern veginn sett fram eitthvað svona narratífa til að leitast við að gera það tortryggilegt en eins og ég sagði áðan, ég hefði talið bara eðlilegt ef að félagar ekki sáttir við það hvernig flokkur þeirra hefur ákveðið að ráðstafa fjármunum og þá bara mjög eðlilegt að leggja til að ráðstöfunin verði með öðrum hætti og þá bara fer það fyrir aðalfund og félagar geti þá tekið ákvörðun. Þannig að það væri þessi eðlilega leið sem að stendur öllum félögum til boða. Það hefur ekki verið gert og ég hef ágjör af stöðunni. Sko það eitt sem að slær mig sem leikmann út í bæ því að eins og þú veist þá hef ég aldrei verið hluti af Sósíalistaflokknum. Ég fekk nú vinnu samstöðinni þótt ég væri ekki í Sósíalistaflokknum og sko sigurvegarar eftir aðalfund daginn, fólkið sem að fær völdin í Sósíalistaflokknum það að væna hinn arminn, getur maður sagt, óheilindi og ég vil segja glæpi. Gunnar Smári hefur látið hafa eftir sér að hann íhugi meiðyrðamál í ljósi þess hvað ásakanir eru alvarlegar. En ég svona svolítið að velta því fyrir mér sko þessum hópi, hann búinn að vinna, hann búinn að ná til sín ákveðnum völdum en
sækir áfram mjög fast með mjög hörðum ásökunum. Það einhver baksaga þarna undir sem að fyrir okkur leikmenn út í bæ sem erum ekki innvígð í þessari deilu sem að eiginlega engin botna neitt í. Getur reynt að hjálpa okkur að skilja einhver möguleg mótíf því að öll þessi heift, öll þessi illindi, öll þessi brigslirði sem ganga það hlýtur að vera einhver skýring. Já, þetta í rauninni mjög óskiljanlegt en ef maður ætti að reyna að leitast við að skilja þetta þá svona hef ég upplifað sem svo að það sé leitast við að gera ýmislegt tortryggilegt þegar það engin ástæða til þess, þegar það engin rök sem að styðja í rauninni þær ásakanir og nú í dag sá ég að það verið að kæra mína félaga vegna ásökunum efnahagsbrot og það mjög alvarlegt. Við erum að tala það að ný stjórn Sósíalistaflokks Íslands sé að kæra fólk í flokknum sem eru unnið í sjálfboðaliða starfi. Komið fram lögreglukæra? Það ég sá færslu inn á Rauða þræðinum í dag, já, sem að fer yfir þetta, já. En það sem að ef maður ætti að reyna að einhvern veginn skilja mótíf eða ástæður eða eitthvað slíkt þá ég ætti að taka fram að þetta þetta bara hefur verið mjög eðlilegt en kannski einhver svona óánægja með það að það hafi ekki Sósíalistaflokkur Íslands hafi ekki haft meira fjármagn í kosningabaráttu og það sé kannski litið svo á að ef við hefum haft meira fjármagn að þá hefum við auglýst meira, að þá hefum við komist inn á þing en ég sé það ekki alveg þannig, það eru þetta margar ástæður fyrir því að Sósíalistaflokkurinn komst ekki inn á þing, það getur vel verið að við hefum þurft að auglýsa betur. Það ýmislegt sem að þarf að hugsa og líta inn á við og vera gagnrýnin á sjálfa sig og hugsa bara hvað hefði verið hægt að gera betur en ég get ekki séð að aukin auglýsingakostnaður sé eitthvað sem að bara rúlli fólki inn á þing. Það þarf þetta að vera þá að auglýsa einhver skilaboð og þannig að ég sé ekki að þetta sé eitthvað svona já ok, ef við hefum haft meiri pening, auglýst meir, það hefur bara flogið inn. Þetta virðist vera eitthvað svona eins og ég sé þetta kannski dálítið að einhver svona óánægja með hvernig hlutirnir hafa verið og einhvern veginn rakið til þess að það sé út af því hvernig flokkurinn hafi ákveðið að ráðstafa fjármunum. En hvað með persónulega rýtsækir bara að sumt fólk fari svo í taugarnar á öðru fólki að það bara geti ekki hugsað sér að láta þessum deilum lokið? Ég meina að þetta náttúrulega komið, myndi ég segja, frekar alvarlegan stað þegar við erum farin að tala kærur. Af því það þarf þetta bara að leitast við að tala sér niður og niðurstöðu og mér finnst þetta bara mjög alvarlegt og ef ég ætti að reyna að greina þetta þá held ég að það sé kannski litið svo á að ef við gerum hlutina með öðrum hætti þá muni árangur Sósíalistaflokksins verða betri og það sjálfsagt að spyrja sig ýmissa gagnrýninna spurninga og spyrja hvort hægt sé að gera hlutina með öðruvísi hætti en ég vil minna á að svona barátta þetta snýst að halda alltaf bara áfram, að halda áfram að vera í tengslum við fólk, að halda áfram að greina samfélagið út frá sósíalískum lausnum, að halda áfram að koma því á framfæri þannig ég get ekki séð að launaðar stöður einhverja starfsfólks í öllum kjördæmum sé endilega það sem að komi skilaboðum stjórnmálaflokka áleiðis. Manni virðist svona, það eins og að sé einhverju sem að trúa því að ef að við setjum meira fjármagn inn í flokksstarfið og þá muni það einhvern veginn sjálfkrafa leiða til þess að fylgistölur verði hærri. En eins og ég segi, það alltaf fólkið sem að virkar fólk og þú veist, við þurfum bara að halda áfram að tala sósíalismann og tala hvað það sem við viljum leysa og hvernig við viljum leysa en það virðist vera einhver trú á það að meira fjármagn í flokksstarfið sé líklegra til að koma þeim skilaboðum betur áleiðis. Getur verið að það hafi einhver áhrif hvernig var stillt upp á lista síðast? Eins og ég segi, ég held að sé alveg óánægja með niðurstöðu alþingiskosninguna sem að við erum að sjá birtast í dag. En uppstillinguna, var óánægja með uppstillinguna? Ég held að sé alveg manneskjur sem að kannski sáu fyrir sér að vera ofar á lista, voru ekki eins ofarlega á lista og þau hefðu viljað verið og líta þá á í rauninni að það sé bara margt stórgallað í skipulagi Sósíalistaflokksins og einhvern veginn kannski trúi
mikið á eigi ágæti og einhvern veginn svona líði eins og flokkurinn hefði átt að setja einhverja aðila framar á framboðslista. Það er erfitt að sjá að þessi nýju hópur sé að afla sér fylgis með þeim málflutningi sem að hefur verið stundað síðustu dag. Ertu ekki sammála því? Jú, og mér finnst líka leiðilegt að sjá að það er verið að tala svona rosalega mikið fortíðina. Þegar það búið að útskýra hvernig hlutirnir eru, það er búið að útskýra nákvæmlega að koma fram gagnrýnar spurningar og það er búið að útskýra hvar með finna upplýsingar, af hverju ákvörðun hafi verið tekin, hvernig hún hafi verið tekin, hver hafi tekin og svo framvegis. Þannig að þetta myndi ég vilja sjá núna talað í rauninni framtíðarsýn sósíalistaflokksins. Hvert stefnir flokkurinn, hvert er markmið hans, hvernig ætlar hann að ná því markmiði í staðinn fyrir að vera hérna talandi um pening, að þá skils mér að sé vera að verja fjárhæðum hérna í lögfræðikostnað og maður spyr sig, hafa félagar samþykkt það að Sósíalistaflokkur Íslands nýti takmarkaða fjármuni að kæra félaga eða fyrir félaga. Þannig að ég myndi ég segja að þú ætlar að afla þér fylgis og þá þarf að tala það sem þú ert að berjast fyrir. Þú þarft ekki að tala einhverja félaga sem þið líkar illa við. Það er mjög ljótt, það skilar engum árangri og það er ekki það sem að fólki sem að treystir á okkur er að biðja um. Hvers vegna sagðir þú á þér sem pólitískur trúnaðarmaður eða pólitískur leiðtogi einhverjum dögum eftir aðalfundinn daginn? Mér fannst vinnubröðin sem ég sá í aðdraganda aðalfundar óásættanleg og ég gat ekki séð fyrir mér að svona mín stefna og mín áhersla í samstarfi við aðra félaga færi þarna saman við áherslur nýrra stjórna. En bara svo ég skilji þér rétt þegar Gunnar Smári ver sitt mál og verst þessum ásökunum, þú ert sammála hans skýringu sem komið það fram. Já. Og ef við skiljum líka rétt þá er snúið að meta árangur eða árangursleysi. Tveir borgarfulltrúar eru í Reykjavík hjá sósíalistum, ekki satt? Jú. Það munaði reyndar það hefur í tvígangi þingkosningum munað litlu að sósíalistaflokkurinn næði þingmönnum en það er samt það er árangursleysi en það er samt mjög erfitt að mæla árangur eða árangursleysi þegar kemur að straumum í samfélaginu og löngu áður en ég hóf störf hér á þessari stöðu þá áttaði ég með því að hér var verið að tala um fátækt fólk, hér var verið að tala um alls konar hluti sem að hafa verið ofarlega á stefnuskrá og kannski Róm ekki öll byggð á einu degi og er þessi yfirtökuhópur pælir hann ekkert í því að Mér líður eins og árangur hjá mörgum í nýrri forystu sósíalistaflokksins sé að mæla árangur í fjölda þingsæta og það er bara alls ekki rétt því þetta eru auðvitað áhrif á umræðuna, þetta eru auðvitað eins og nefni með borgarstjórnarflokkin, ég meina það var engin sósíalisti í borgarstjórn. 2018 náum við inn einum fulltrúa, 2022 náum við 2 fulltrúum, það er 100% bæting á fulltrúum. Við hefum verið í minnihluta í 7 ár, núna eru sósíalistar í meirihluta í samstarfi þar sem að greiðarlega mikil áhersla er lögð á húsnæðisuppbyggingu á félagslegum forsendum. Sem þýðir það að þú og hinn borgarfulltrúin þið eruð í meiri valdastöðu til þess að knýja fram breytingar heldur en kannski nokkru sinni frá stofnun sósíalistaflokksins, ekki satt? Jú, ég og Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, svo er Ásta Dís Skjaldal varaborgarfulltrúi og Andrea eru auðvitað að leggja mjög mikla áherslu á svona innkaupamálin og skoða bara hvernig við getum unnið það sem best. Það er ýmislegt sem þarf að skoða þar. Ásta Dís kemur auðvitað með sína þekkingu úr samtökum fólks í fátækt og er í mannréttindaráði og er með sínar áherslur þar og þannig að við erum að hafa áhrif og þetta er meira en einmitt bara hvort þú sért á þingi eða ekki, þetta er umræðan, þetta er hvað sósíalistar eru sýnilegir, þetta er gagnrýnin umræða, þetta er að greina samfélagi heild, þetta er að bjóða upp á lausnir, þetta er að taka þátt í svona samtali og einhvern veginn sína sósíalísku sýn, þetta er að nota alls konar hugtök sem áður fyrr voru ekki notuð, þannig að já, ég myndi segja að árangurinn sé víða og að maður þurfi því miður stundum líka að vera þolinmóður. Það er ekki eins og við getum bara breytt öllu á einni nóttu því miður. Þetta er barátta og það þarf að sýna elju og það þarf að halda áfram. Þannig ég vona bara að þau sem að vilji sjá hér sósíalisma fara að einblína á það. Heldur þessi fullreynt með það að það sé hægt að kalla til þriðja aðila, einhvers konar sáttasemjara til að reyna að koma klæðum á vopnin?
Ég meina, auðvitað maður alltaf vongóður, en ég svona sé stöðuna þannig að það hafi verið leitast við að tala sér niður á niðurstöðu síðustu mánuði og það hafi ekki gengið vel og svona maður sér að þetta virðist vera bara eskileirast, svo ég sletti hérna. Já, þannig að ég bara hvet sem flesta til þess að mæta á aðalfund vorstjórnunar, mánudaginn 30. júní klukkan 17:30 og bara hvet öll þau sem að vilja standa vörð vorstjórnuna og þau markmið sem að hún hefur og þau fallegu skilaboð og þessar áherslur sem að hún að leitast við að bjóða upp á íslensku samfélagi mæti og styðji vorstjórnuna. Og það sem að leiðir ykkar Gunnar Smára kannski einhverjum skilningi að ljúka leiðum ykkar já, hann ekki lengur hvað maður að segja, valdamaður inn í sósíalistaflokknum og þú bakkar upp frásögn hans þá þinn eigin pólitíski trúverðuleiki undir og það verður ekki séð að þú sért að taka þá ákvörðun að tala eins og þú ert að tala í kvöld til þess að leita þér atkvæða eða einhvers slíks. Þú bara segir þetta sem þú segir vegna þess að þarna sannleikurinn eins og þú orðar það. Það þarf að segja satt og rétt frá og þú ert að spyrja mig ýmsar spurningar sem alveg dálítið snúið að svara í beinni. Þetta tekur alveg á, ég skal viðurkenna það, en það þetta bara ég segi hér rétt og satt frá. Já, og þú hefur þér finnst sannleikurinn skipta meira máli en að velta fyrir þér hvaða afleiðingar það hefur fyrir þig að tjá þig með þeim hætti sem þú ert að gera. Já, alltaf. Alltaf? Já. Sem eina leiðin til þess að lifa sem manneskja, ekki satt? Nákvæmlega. Einmitt. Kærar þakkir fyrir þetta spjall, Sanna, og gangi þér vel og þessi fundur sem þú nefnir, hann bara ekki á morgun heldur hinn, sem sagt. Einmitt, 17:30. Einmitt. Kærar þakkir. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is